og þá komið að 5. lið og síðasta á dagskrá, það skýrsla bæjarstjóra. Til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það nú orðið dálítið langt síðan að við hittum síðast og óskaplega gaman að sjá okkur öll hér hérna saman. Það nú eiginlega bara þannig að maður næstum því gleymir hvað hefur gerst yfir sumartímann, en það margt sem hefur verið í gangi og þó svo að ýmsu hafi verið slegið á frest. En sumar hefur leikið blítt við Akureyringa og stríður straumur ferðafólks verið til bæjarins. Og ég ætla að vona að svo verði áfram og eiginlega algjörlega sannfærð það. Íslendingar voru sannarlega duglegir að ferðast innanlands og má segja að allar helgar sumarsins hafi verið eins og litlar verslunarmannahelgar hér á Akureyri. Þetta var og afar mikilvægt fyrir akureyriska efnahagssvæðið. 17. júní hátíðahöldin voru vel heppnuð þrátt fyrir fjöldatakmarkanir og sóttvarnareglur. Í stað þess að stefna öllum saman á einn blett voru minni viðburðir haldnir hér og þar bæinn og gekk það allt eins og í sögu. Og þetta var alveg ótrúlega vel heppnað og skemmtilegt og það voru ýmsar gamlar hefðir sem voru endurvaktar og vonandi urðu einhverjar nýjar til. 29. júní á mánudegi þá sótti ég ásamt meðal annars forseta og Höllu Björk Reynisdóttur og Gunnari Gíslasyni bæjarfulltrúa og öðrum líflegan og gagnlegan fund í Grímsey, það sem meðal annars var rætt framtíð byggðar í eyjunni, möguleika orkuskiptum og verkefnið brothættar byggðir. Við þetta tækifæri var styrkjum að upphæð 14 milljónir króna úthlutað til 10 verkefna í tengslum við verkefnið Glæðum Grímsey á vegum brothættra byggða. Leið og sagt var frá framgangi verkefna sem ætlað að styðja við búsetu í eyjunni. Og RÚV var með beina útsendingu frá Grímsey og í kvöldfréttum og þar fór ég yfir stöðu mála og þær sérstöku aðgerðir sem við höfum lagt til við ríkisvaldið þannig að hægt sé að styðja áfram byggð þarna úti við Heimskautsbaug. Miðvikudaginn 1. júlí var ný brú yfir Vestari-Kvísl Eyjafjarðar vígð með pompi og prakt og kom samgönguráðherra og vígði hana ásamt góðum hópi fólks og hlaut brúin nafnið Vesturbrú. Og sama degi þá var nýr þjónustukjarni við fatlað fólk vígður í Klettaborg, en þar heimili fyrir 6 einstaklingar sem þurfa aðstoð við daglegar athafnir. Miðvikudaginn 8. júlí sendi bæjarstjórn frá sér harðorða yfirlýsingu þar sem mótmælt var fyrirhugaðri lokun á fangelsinu á Akureyri án nokkuð samráðs við bæjaryfirvöld eða aðrar sveitarstjórnir á svæðinu. Miðjan júlí lýsti dómsmálaráðherra því síðan yfir að lokun fangelsisins yrði frestað til 15. september og bíðum við nú eftir því hver niðurstaðan verður. Ég held að við þurfum að halda vöku okkar í þessu máli, aðeins 2 vikur til stefnu og við megum alls ekki við fækkun starfa á vegum hins opinbera í bænum og bara almennt ekki fækkun starfa neins staðar, hvorki í opinbera eða einkageiranum. Fimmtudaginn 30. júlí var orðið ljóst að COVID-19 faraldurinn væri að ná sér aftur á strik á Íslandi og þá var ákveðið aflýsa fjölskylduhátíðinni einnig með öllu verslunarmannahelgina og öllum viðburðum sem henni tengdust. Allir sem komu að málinu voru einhuga og þessa ákvörðun og vorum við Páley Borgþórsdóttir, nýskipaður lögreglustjóri í fréttatíma RÚV þar sem við fórum yfir ástæðunar fyrir þessu. Snemma í ágúst var einnig ákveðið að aflýsa hefðbundinni Akureyrarvöku afmæli sveitarfélagsins en hún var þó haldin nýliðna helgi með 9 sniði þar sem upplýstar voru byggingar og bílabíó sem vöktu helst athygli og mæltist vel fyrir. Þriðjudaginn 4. ágúst og fimmtudaginn 7. ágúst voru haldnir stöðufundir með lögreglunni á Akureyri vegna nýrra smita útbreiðslu COVID-19 á Íslandi og mánudaginn 17. ágúst var fundað í samráðshópi almannaheill íbúa á Akureyri og var þá komu töluvert annað hljóð í strokkinn en var á fundi okkar 15. júní þegar flestir töldu að COVID-19 væri á undanhaldi. Margra mánaða skeið hafa staðið yfir viðræður við ríkisvaldið rekstur öldrunarheimila Akureyrar og þá bæði milli Akureyrarbæjar og heilbrigðisráðuneytisins
og Akureyrarbæjar og Sjúkratrygginga. Í apríl ákvað bæjarráð að óska ekki eftir framlengingu og rekstrarsamningi heimilana sem rennur út næstu áramót. 18. ágúst síðastliðinn var síðan tilkynnt að heilbrigðisráðherra hefði ákveðið að fela Heilbrigðisstofnun Norðurlands að taka tímabundið við rekstri ÖA öldrunarheimila Akureyrar frá næstu áramótum. Eða þar til að rekstrar niðurstaða liggi fyrir en ég ber það von í brjósti að þetta verði til frambúðar, að Heilbrigðisstofnun Norðurlands muni taka yfir reksturinn til frambúðar. Undirbúningur fyrir yfirtökunni þegar hafinn. Gert ráð fyrir því að fyrsta útborgun á launum verði 1. desember á vegum HSN og erum við þegar byrjuð að funda það hvernig megi yfirfæra þetta án mikilla hnökra. Síðastliðinn fimmtudag, 27. ágúst, var kvennaatkværið á Akureyri opnað að viðstöddu fjölmenni og innan fjöldatakmarkanna sjálfsögðu og þar voru meðal annarra viðstödd dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og félagsmálaráðherra Ásmundur Einar Daðason, auk ríkislögreglustjóra og fyrrverandi og núverandi lögreglustjóra hér á svæðinu. Þetta mikið framfaraspor, það náttúrulega hörmulegt að það skuli þurfa að vera kvennaathvarf hér á Norðurlandi en það gleðilegt að öll sveitarfélögin koma að þessum rekstri og auk kvennaathvarfsins í Reykjavík og það eru ákveðin tímamót að það sé samstaða sveitarfélaga svona mikilvægt mál. En flest verkefni tengjast með einum eða öðrum hætti fjárhagsáætlun og hún hafin af fullum þunga og dagskrá okkar allra og allra sviðsstjóra litast mjög af því viðamikla og óvenju snúna verkefni næstu vikur. Takk. Það er bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskráin tæmd. Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 30. júní, 10., 17., 23. og 30. júlí, 7., 13. og 20. ágúst. Bæjarráð 18. og 25. júní, 2. og 16. júlí, 13., 20. og 27. ágúst. Frístundaráð 24. júní og 12. ágúst. Fræðsluráð 15. júní, 17. og 24. ágúst. Skipulagsráð 24. júní, 8. júlí, 12. og 27. ágúst. Stjórn Akureyrarstofu 11. og 25. júní og 13. ágúst. Umhverfis- og mannvirkjaráð 27. júní og 21. ágúst. Velferðarráð 24. júní og 19. ágúst. Og hægt að nálgast þessa fundargerðir á heimasíðu bæjarins og þá segi ég fundi slitið klukkan 19:02.